Hvað var ég að pæla? Þetta algjör martröð. Jæja, tölum tóna. Tón hljóð. Við getum sungið tóna. La 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 la. Og við getum líka spila tóna á hljóðfæri. En við getum líka fundið alls konar tóna í umhverfinu. Tónar geta verið djúpir og tónar geta verið háir, sem auðvelt að muna, því að djúpir tónar hljóma eins og risastór sæskrímsli djúpt ofan í sjónum. Háir tónar hljóma eins og fuglar sem flögra hátt upp í loftinu. Nei, Kyrri, sitt, já, duglegur, ok. Já, en ef tónn hljóð, hvað þá nóta? Nóta tónn sem við erum búin að gefa bæði nafn og tákn. Og við getum spilað á hljóðfæri eða sungið. Við notum sömu orð til að lýsa nótum. Þær eru djúpar og þær eru háar. Þannig að þegar við skrifum djúpanótu, skrifum við hana djúpt niðri og þegar við skrifum háanótur, skrifum við þær hátt uppi. Til að greina á milli þeirra, þá notum við línur. Línurnar segja okkur til tónhæð nótnanna. Það er að segja hversu háar þær eru eða hversu djúpar þær eru. En hérna byrjar vandamálið okkar. Það er alveg til lög sem við getum spilað bara á einni línu, eins og til dæmis þetta hérna. Og þetta hérna. En ef við ætlum að halda áfram að spila þetta lag, þá þurfum við aðra línu. Af því að næsti kafli notast við hærri nótur. En byrjunin á þessu lagi er ekkert svo flókin. Þetta er bara 5 nótur. Það eru til lög sem nota helling af nótum. Er það ekki, Ari minn? Nú ætlar uppistandarinn Ari Eldjárn að segja ykkur hvaða lag notar fullt af nótum. Eitt erfiðasta lag til að syngja á íslensku er íslenski þjóðsöngurinn. Og við þurfum að syngja þetta lag. Þetta er í 3/8. Freddie Mercury hefði ekki potað í það með priki. Þú verður að syngja upp og niður nótnabeltið aftur og aftur og aftur eins og óperusöngari, eins og Hárrétt, Ari minn. Svakalega margar nótur. Dýpsta nótan í laginu, hún er hérna niðri og hæðsta nótan í laginu, hún er hérna alveg efst uppi. Og á milli þeirra eru 6 línur. 6 línur? Það eru svo margar línur. Allavega, sko. Þó svo að línurnar séu í raun endalausar, þá þýðir það ekki að við getum notað þær allar í einu. Það er bara ekki hægt. Fólk getur hvort þið ekki greint fjölda hluta, fleiri en 4 eða 5, án þess að þurfa að telja þá sérstaklega. Við vitum í rauninni ekki ástæðuna, en einn möguleikinn er sá að við höfum 5 fingur.
svo að línurnar geta ekki verið fleiri en 5. Þegar við horfum svona á 5 línur, þá sjáum við að þetta er ekki bara 5 línur, heldur líka 4 bil. Og nótur eru alltaf skrifaðar annarkvort á línu eða á bili. Ef að nótan er á línu, þá fær hún línuna alveg þvert í gegnum sig. Og ef hún er á bili, þá er hún samlokuð í bilinu á milli línana. Þessar 5 línur og 4 bil sem við skrifum nóturnar á, saman kallast nótnabeltið. En hvað getum við skrifað margar nótur á nótnabeltið? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nótur. Það er ekki svo slæmt. En hvað ef ég þarf fleiri nótur en það? Akkurat. Takk fyrir það, Ari minn. En gleymum ekki að línurnar eru í raun endalausar þó að við sjáum bara 5. Þannig að dýpsta nótan sem Ari söng hérna á, hún myndi enda hérna einhvers staðar niðri og hæðsta nótan myndi þá enda hérna uppi. Ok, þannig að ef við erum með svona nótur sem lenda út fyrir nótnabeltið, þá þurfum við línur til að vita nákvæmlega hversu djúpar eða háar þær eru. En þessar línur, þær þurfa í rauninni bara að vera akkurat það sem að nótan lendir. Svo þær mega vera bara óbúslega stuttar, svo það sé ekki að þvælast fyrir okkur. Svolítið svona eins og stubbar. Já, akkurat. Stubbalínur. Og þar höfum við það. Nú getum við skrifað 11 nótur á línurnar 5 og bilin 4. Plús, ef við þurfum, þá getum við líka skrifað djúpunóturnar sem lenda langt fyrir neðan og háanóturnar sem lenda langt fyrir ofan með því að nota stubbalínur til að merkja þær sérstaklega. Og nú smá upprifjun í lokin. Tónn er hljóð og nóta er ákveðin tónn sem búið er að gefa bæði nafn og tákn sem er skrifað niður og notað í tónlist. Nótur eru skrifaðar á nótnabeltið sem hefur 5 línur og 4 bil. Allar nótur eru annarkvort á bili eða línu og segja okkur til tónhæð nótnanna. Og svo notum við stubbalínurnar til að merkja nótur sem eru annarkvort of háar eða of djúpar fyrir beltið. Nótnabeltið, ekki bara beltið.